En eins og staðan við erum ekki búin að leysa almennilega þennan skuldavanda, við erum með gjaldeyrishöft og við erum með sama og engar fjárfestingar og þetta eins og ykkur sagði, þetta tórar alltaf mjög veiku skari, þannig að það spurning hvort það þurfi ekki í meiri aðgerðir til þess einmitt að hjólinn fara að snúast og mér finnst voðalega gaman að sjá mann eins og Ólaf sem farin að skrifa mótmælendur fyrir utan Wall Street, þessi kapitalisti sem ég hef alltaf séð fyrir mér, hægri maður og komin af hægri mönnum í langar ættir og nú heyrist mér að vera einhvern veginn í þannig stöðu að hann vildi þess að vera fyrir utan Wall Street að mótmæla. Já, það er ekki. Ég væri alveg til í að taka þátt í því. En ég hér á Íslandi og hér á Íslandi sýnist mér að við erum ekki að viðurkenna staðreyndir. Það er horft á til dæmis þennan hagnað bankana og við sjáum það að bankarnir halda því fram að þeir hafi lækkað skuldir, meðal annars út af ólöglegu lánunum og út af svona niðurfærslu lána, samtals upp á eitthvað yfir 160 milljarða. Þetta er bara ekki rétt. Þetta sést hvergi í bókum bankana. Þvert á móti, með lagasetningu Alþingis, lög númer 151/2010, þar sem að lánin gefin svona lína með það hvernig lánin skulu endurreiknuð og vaxtareiknuð aftur til lántökudags. Þannig var fjöldi þessara lána, sennilega allur þorri þessara lána, verð meiri fyrir bankana en var fyrir. Við sjáum til dæmis þetta dæmi með 36 milljón króna lán sem tekið 2006, erlent lán. Eftir endurútreikning bankans núna, þá skuldarinn 40 milljónir, þrátt fyrir að vera búinn að borga 20 milljónir. Hvað var vexti átt hann að fá? Átt hann að fá vextina í Sviss? Það er verið að vaxtareikna aftur til lántökudags, ekki bara vaxtareikna, heldur vaxtareikna og þetta er náttúrulega einhver klikkun og það sem ég að benda á að menn geta hort á bankana með útblásna efnahagsreikninga og milljarða og tuga milljarða hagnað á hverju einasta ári en eru þetta raunverulegar eignir? Eða eru menn bara að koma sér hjá því að viðurkenna staðreyndir? Erum við að horfa á það að hér eru skammtíma hagsmunir vogunarsjóðana á Wall Street heldur betur farnir að birtast okkur vegna þess að það er þeirra hagsmunir að blása út verðmæti þessara banka á pappír, hvort sem það er raunverulegt eða ímyndað, vegna þess að þeir ætla ekki að vera hérna eftir 2 ár þegar kemur í ljós að það er ekki hægt að innheimta þessi lán, að eignirnar eru ekki fyrir hendi og þá er eins gott að sé ekki búið að borga þetta út sem arð til þessar eigenda. Það er auðvitað alveg klárt að við þurfum að pressa miklu fastar á bankana að klára afskriftir og bæði gagnvart fólki og fyrirtækjum og þeir hafa ennþá mjög mikið svigrúm til þess og það hefur gengið of hægt. En vandamál í þessu eru auðvitað kannski ekki síður og það er alveg rétt hjá stjórnarformanni Arjón. Lífeyrissjóðirnir, lánsveðin til dæmis sem að margt af unga fólkinu í miklu vandræðum með liggja miklu leyti þar og íbúðalánasjóður þar sem að stærsti hlutinn liggur, en það er samt ekki alveg rétt hjá Magnúsi að þetta sé spurningum það að aðrir eigi að borga. Ég held að þar hefur debattinn auðvitað verið er þetta eðlilega mikil hækkun? Er rétt að lækka hækkunina? Ég held að til dæmis þegar það sem að lífeyrissjóðir hefur nú bent á alltaf fé sem lífeyrissjóðirnir í rauninni tóku inn á þessu. Er eðlilegt að lífeyrissjóðir og fjármagnseigendur stórgræði hvenær sem verður kreppa hér á Íslandi, gengi lækkar, þá rýkur verðbólgan upp og verðtryggingin tryggir stór hagnað lífeyrissjóða og fjármagnseigenda á kostnað þeirra sem skulda. Ok, lífeyrissjóðirnir munu náttúrulega eitthvað tíman borga þetta út eitthvað af þessu sem lífeyrin okkar en hins vegar náttúrulega ef að hagkerfið er allt í einhverju stoppi þá náttúrulega græða lífeyrissjóðirnir ekki á því frekar en við hinn eða skyldi maður ætla. Nei, en sem betur fer það ekki stoppi. Við erum að sjá núna hagvöxt á þessu ári, við erum að sjá spá hagvöxt á næsta og þar næsta ári, að vísu hóflegan hagvöxt, en atvinnuleysið er hægt og rólega á leiðinni niður. En ég held samt að, ef að spurningin ef að forðast að endurreisa aftur 2007, þá þurfum við þetta fyrst og fremst að einbeita okkur að því að endurreisa ekki sama kerfi og hrundi. Ég held að það sé algjört grundvallar atriði fyrir okkur þegar við endurreisum fjármálakerfið að við til dæmis aðskiljum skýrt milli fjárfestingabankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. En af hverju er það ekki bara komið í gegn? Ég held að það sé bara eitt af stóru verkefnum Alþingis núna í vetur. Ég held líka að það sé alveg klárt. Það er ekki löngu búið. Það er 3 ár síðan allt hrundi. Ég held að og við erum komið svona konu eins og þess að þetta atvinnukonu í stjórn. Ég meina hún er ekki að hugsa neitt nema bara
það að Arion banki greiði tá á fingri? Ég var nú að fá viðskiptamáli núna inn í efnahagsnefndina 1. október og við munum vinna í þessum verkefnum núna í vetur. Annað stórmál tel ég vera að sko viðskiptabankarnir, við höfum reynslu því að þeir voru á of fárra höndum og menn gátu spila með þá meira og minna eins og þeir vildu. Og ég held að það sé alveg óhjákvæmilegt fyrir okkur að setja skorður við því hvað menn geta átt stóran hlut í viðskiptabanka. Þannig að það gerist ekki aftur og ég held að það séu þessi grundvallaratriði sem við þurfum líka að ræða auk sko skuldavandans. Það hvernig byggjum við upp kerfi þar sem að við tökum braskið út úr bönkunum og tryggjum að það verði ekki aftur einhverjir nokkrir gæjar sem að geti spilað með það eins og þá langar til. En þá mjög mikilvægt að fara ekki að horfa til dæmis á verðtrygginguna. Þú varst með Margaret Kennedy hérna fyrir daginn og hún benti á það hvað er hættulegt þegar fjármálalegu vöxtur verður miklu meiri en raunvöxtur. Og það er það sem við erum að horfa á og það er það sem til dæmis verðtryggingin býr til á Íslandi. Og þess vegna lendum við ítrekkað í þeirri stöðu að hér verða kollsteypur vegna þess að fjármálalegu vöxtur hefur orðið miklu meiri en raunvöxtur. Það var nú reyndar hagfræðingur sem benti á það í vikunni að við sætum að þetta væri kannski ekki svo einstak dæmi þessi kreppa sem kom yfir okkur því að við hefðum búið við sko efnahagslega óstjórn í alveg óbúslega langan tíma. Er ekki nokkuð til í því, Magnús? Jú, ég held að sé hægt að taka undir það að hagstjórn á Íslandi hefur ekki verið nógu góð. Ég held að Helgi getur nú alveg jankað því á þess að fá samskupið. Að sko hagstjórnin hefur auðvitað ekki verið nógu góð og verðtryggingin er tilkomin vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem rýrnar stanslaust í verði. Og það er nú ekki svo auðvelt að afnema hana. Ég held að Ólafur getur alveg tekið undir það með mér. Það er ekkit eitthvað sem þú gerir á einum degi. Það er miklu auðveldar en þú heldur. Já, vegna þess að menn gefa sér það ef að verðtryggingin verður afnumin, þá fari hér allt bara í einhverja óðaverðbólgu, eignir hrynji, sparifé rýrni. En við skulum átta okkur á því hvað gerist ef við afnumum verðtrygginguna hér. Þá erum við konum með lífeyrissjóðana og fjármagnseigendur sem í dag halla sér tilbaka, þeim er alveg saman þó sé verðbólga vegna þess að þeir fá það bætt með verðtryggingunni. Ef að þessir aðilar fara að hafa hag af því að hagstjórn hér sé eðlileg, að hér rjúki ekki upp verðbólga, þá erum við konum með öfluga bandamenn í lið með okkur til þess að berja á stjórnvöldum sem ætla að keyra hér allt út úr kortinu. Mátti ekki gleyma því að lífeyrissjóðirnir er ekkert annað en skuldbindingar fyrir okkur sjálf þegar við erum eldri sko. Þannig að þeirra verðtryggingin er afnumin og ef að lífeyrissjóðirnir verða fyrir einhverjum höggum þá er það ekkert annað en við þegar við erum eldri. Þannig að það er nú ekki svo einfalt að þú getur fjárfestar alls staðar annars þegar á Íslandi virðast geta ávastað sitt fé án þess að hafa verðtryggingu. Hvernig ættu lífeyrissjóðirnir að gera það núna? Í hvað ættu þeir að kaupa? Vistu það skiptir akkurat engu máli vegna þess að það er heldur ekkert lögmál að fjárfestar, hvort sem þeir eru lífeyrissjóðir eða aðrir, eigi einhvern stjórnarskrárvarinn rétt á jákvæðri ávöxtun alla daga ársins, öll ár. Það er bara ekki þannig. Og í sögunni þá eru löng tímabil þar sem hefur verið neikvæð ávöxtun af ýmsum fjárfestingarflokkum, meðal annars skuldabréfum sem eru nú helstu fjárfestingarkostir og fjárfestingarleiðir lífeyrissjóða. Þannig að við skulum nú bara fara að tala hér af einhverju alvöru og hætta bulli eins og það sé einhver heilagur réttur lífeyrissjóða eða annara að fá alltaf jákvæð ávöxtun. Verðtryggingin er náttúrulega sko fyrst og fremst sjúkdómseinkenni og afnám hennar er engin patentlausn. Ég held hins vegar að við eigum aftur sko skipulag almennt að draga þá ályktun að það sé farsælast fyrir okkur að beita í aðalatriðum sömu aðferðum og menn eru að gera í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Sækjast eftir því að aðlaga okkur betur efnahagskerfi heimsins, taka upp mynt sem að hægt er að nota, vera hluti af einhverju myntsvæði sem að eitthvað er og leggja af svona séríslenskar lausnir eins og verðtrygginguna þó að það verða að gera bara í áföngum og hægt og rólega en fyrst og fremst bara hegðu okkur eins og annað fólk í efnahagsmálum því að þessar séríslensku lausnir þær hafa ekki gefið sérlega góða raun. Ég held að það er eitt sem gleymist í þessari umræðu allri finnst mér og það er það sem mótmælendurnir Wall Street hafa verið að leggja áherslu á, það þarf líka að vinda ofan af þeirri misskiptingu sem hefur myndast á seinustu áratugum sem er orðin mjög alvarlegt vandamál og það þarf stjórnvöld og stjórnmálaflokkar og sérstaklega vinstriflokkar þurfa að setja fram langtíma sýn það hvernig við byggjum aftur upp samfélag sem einkennist af jöfnuði en ekki þeim ójöfnuði sem samfélagið einkennist af núna. Þetta er langtíma markmið og við þurfum að koma þessu líka á dagskrá stjórnmálana og flokkarnir þurfa að taka þetta alvarlega. Ég ætla að gera smá hlé. Ég þakka þér fyrir að koma, Magnús.